Já, ekki. Elstu menn muna bara varla hvenær Snæfell tapaði síðast í Hólmum. Nei, ég man það ekki heitur. En það var svolítið gamall. Já. Nei, ég bara gefið Valsstelpum bara fullt kredit fyrir þennan sigur. Þeir voru miklu grimmari. Mér fannst bara hvernig það valgóðst leikinn í byrjun og voru bara hitta, svínhitta. Það voru 60% þryggjasta í fyrri hálfleik liðið, 6 af 10 og skutu þryggjasta í 43%, við skutum 17%. Þeir miður þá við náðum að snúa þessu við í kringum hálfleikinn og kom okkur í þægilega stöðu sem bara við svona náðum ekki að halda vegna þess að við bara fórum að verja eitthvað en það fórskot og sóttum afskaplega lítið á körfuna. Þannig að það var svolítið auðveldara fyrir Valsstelpurnar að dekka okkur af því að við vorum ekki að skjóta boltana vel. Já. Þið gáfuð þeim svolítið rými í byrjun og voru kannski svona, eins og segja, seinna fram í sóknarleikin og ýmislegt svona sem hægt að tína til. Já. Og liðið kannski svolítið svona seint í gang eftir hlé. Já, við komum öll út úr þessu breyki, sko. Við ekki náðu hópnum saman hérna í 3 vikur. Öllum leikmönnum einu og mér fannst bara það er samt engin afsökun þannig. Maður verður að leggja sér fram og maður getur æft í einrúmi þá og verið í standi og mér fannst þetta, já, ég ætla ekki að taka neitt á ánsliðinu. Mér fannst að spila hérna krafti og þeirra leikir menn voru bara allar að skila sínu og rúmlega það. En við bara gerum kröfu okkar fólk og við gerum kröfu sjálf með. Við viljum bara vinna hérna á heimavelli og það er alveg sama hvaða tímapunktu það er. En við þurfum að nota þetta til þess að efla okkur. Það er bara klart. Glæsandi ekki. Takk fyrir.